Byrja á því að signa okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Biðjum með orðum séra Hallgríms. Vertu Guð Faðir, Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni. Hönd þín leiði mig út og inn, svo allri synd ég hafni. Amen. Guðspjall páskahátíðarinnar stendur skrifað hjá Markúsi Guðspjallamanni. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla fyrsta dag vikunnar, sólarupprás, koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli, hver mun velta fyrir okkur steininum frá grafarmunnanum. En þegar þær líta upp, sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin. Klæddan hvítri skikkju og þær skelftust. En hann segir við þær, skelfist eigi, þér leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann upprisinn, hann ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann. En farið og segið lærisveinum hans og Pétri, hann fer á undan yður til Galíleu. Þar munið þér sjá hann, eins og hann sagði yður. Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall, lof sé þér Kristur.
Sigurhátíð, sæl og blíð, ljómar nú og gleði gefur, söng hún Helga Rós svo fallega fyrir okkur. Páskarnir eru sigurhátíð. Þessir páskar eru líkast til með öðrum brag en allir aðrir páskar sem við höfum lifað. Langt frá því að vera eins sælir og blíðir og við höfum kosið. Hátíðisdagarnir sem vanalega eru undirlagðir af ferðalögum og mannfagnaði, tilhlökkunar efni hjá stórum og smáum. Nú verða engar stórveislur, tónleikar eða húllumhæ og við söknum þess. En mikið er samt gott að fá páskana, þrátt fyrir allt. Þó svo að við höfum mátt breyta okkar plönum og getum hvorki heimsótt aðra með góðu móti og jafnvel ekki haft þau hjá okkur sem við vildum. Það er eins og fátt sé eins og það á að vera. En þá koma páskarnir, eins og himnasending, einmitt þegar við þurfum á því að halda. Sigurhátíð lífsins. Páskarnir kalla til okkar og segja: Kristur er upprisinn. Jesús lifir. Lífið sigrar dauðann. Kærleikurinn hefur betur en illskan. Gleðin í trúnni okkar og lykillinn að henni er þessi frásögn páskamorgunsins af gröfinni tómu og að Kristur rís upp hinn fyrsta páskadag. Upprissan er sístæð. Hún heldur áfram því Jesús rís enn upp í hjörtum þeirra sem á hann trúa. Jesús sigraði dauðann og hann lifir með kærleika sínum. Kærleikanum sem er það besta sem við eigum, besta sem við höfum nokkur tíman þegið og það besta sem við getum nokkru sinni gefið. Hvar sem bæn er beðin, hvar sem kærleikurinn fær að vera, hvar sem virðing er borin fyrir lífinu, þar er upprisa Jesú Krists. Undanfarnar vikur hefur kærleikurinn fundið sér nýjar leiðir. Kærleikurinn finnur sér farveg hjá öllum þeim sem standa í ströngu og leggja ótakmarkað erfiði á sig til að láta öðrum líða betur, hlúa að og vernda lífið. Heilbrigðisstarfsfólkið okkar fer þar fremst í flokki, en fast að baki þeim standa ótal aðrar manneskjur, sínar vaktir, til að halda margvíslegum hlutum gangandi, sem við öllu jafna tökum sem sjálfsögðum. Allt eru þetta kærleiksverk og við finnum svo vel hvað er dýrmætt að hjálpast að hugsa hag heildarinnar frekar en sinn eigin. Konurnar sem komu að vitja Jesú voru áhyggjufullar og yfirkomnar af sorg. Þær þráðu að fá að smyrja líkama vinar síns og meistara. En þessi steinn var þeim áhyggjuefni, allt of stór steinn. Hvernig áttu þær að geta komist að gröfinni sem var kyrfilega lokuð með stórum steini? Við höfum öll einhverja steina að glíma við í lífinu. Steina sem vaks okkur í augum og fyll okkur ugg og kvíða. Þessa dagana er COVID-19 eins og stórt fjall
sem skekur alla heimsbyggðina, tekur tolla og heggur skörð. Framtíðin hefur alltaf verið óskrifað blað, en nú er hún venju fremur, hlaðin óvissu, og óvissan elur af sér vanlíðan. Með samstöðu og samhug munum við komast yfir fjallið. Notum þau verkfæri sem við höfum, skynsemi og kærleika, og felum okkur Guði sem aldrei bregst. Biðjum Drottinn að glæða trúna í hjörtum okkar, svo að hún megi vaxa eins og gróður á vori og dafna með hækkandi sól. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilögum anda, svo sem var í upphafi, er og verður aldir alda. Amen. Við skulum biðja. Drottinn, við þökkum þér og lofum þig að við fáum að fagna þessum páskum og gleðjast yfir upprissu þinni, að þú lifir og ert mitt á meðal okkar. Við þökkum þér að við fáum öll að vera með, að við fáum öll að njóta náðar þinnar, hvort sem við erum veik eða sterk í trúnni. Þú þekkir hjörtu okkar og hugsanir betur en við sjálf. Allt sem á okkur hvílir og allar okkar bænir berum við fram í bæninni sem þú kenndir og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Blessun páskanna veitist þér eins og ljós inn í dimmt hjarta, eins og vorsól yfir kalda jörð, eins og sigur lífsins yfir dauðanum. Kristur er sannarlega upprisinn.
kraftur hans blessi þig. Amen.